Góðan daginn, skákmeistarar. Ég ætla að fjalla hérna afbrigði í Caro-Kann. Það sem sagt mainline í Caro-Kann með biskup F5, ritari G3, biskup G6, H4, H6. Og ég ætla að kynna til leiks dálítið óvæntan leik, biskup D3. Nú, yfirleitt leikur hvítur ritari F3, ritari D7, H5 og síðan biskup D3. Og hér leikum við biskup D3 og bjóðum uppskipti strax og hugmyndin nokkuð djúp, en svona ein strategíin að nú eigum við sem sagt reit fyrir rittarann til að fara á E2 og F4 seinna. Og staðan breytir svolítið karakterinn. Það getur verið ágætt bara að byrja að tjekka á því hvað gerist ef hann drepur á D4, hirðir peðið. Já, svartur drepur á D4 og tekur slaginn. Það er spurning hvort það sé eitra peð, en það er kannski aðeins ofsagt að segja það, en hvíti verður svolítið langt á undan með kallana eftir ritari F3. Drottningin getur farið bæði á D6 og G4, segjum D6, þá drepum við á G6. En það kemur nú eiginlega á sama stað niður, nema hér á svartur auka valmöguleika að drepa á D1 og ritari E5 ætti að vera nokkuð góð stað á hvítan, eins og við sjáum. Peð á G6 er ritað á hann. Og ef drótningin fyrir á G4 þá kemur það eins út, hún drepur á G6. Þannig að drótning drepur G6, þá er drótning E2 svona skarpasta línan. Biskup E3 er líka alveg valkostur, en ég ætla að einbeita mér að drótning E2. Og við ætlum okkur að fara með biskupinn á F4 og langkrókera. Og spurning hvernig svartur ætlar að klára liðskipan. Kallarnir á B8 og F8 og G8 ennþá. Og rittarinn gæti fara á E5 bráðum. Drótning D6 var líklega frekar vafasamur leikur. Hún myndi bara stúltrókir að breyta strategíu. Ég ætla bara að koma með svona sýndæmi. Ritari 1-5, sterkur leikur. Komum við fyrir ritari D7. Biskupinn fyrir F4. Nú hótum við ritari G6 vantanlega. Drótning A5. Þetta er bara svona fíni framhald. Það er ekki einu sem að drepa F8, en B4 má ekki drepa B4 út af biskup D6 skák. Það er nú svo sem ekki að skoða þetta mikið, en þessi stað er algjör hörmung á svartanum. Sjáum að hrókurinn á D7 er svona dálítið grín bara. Svo er þetta hrókur D8 hótum. Og við erum að fara að tvöfalda hrókana ef hann leikur ritari D7. Þetta er eiginlega bara tjaldið, sko. Nú, ritari D7 er líklega betri tilraun, biskup F4. Þá er drótning G4 svona besti leikurinn, en þetta er svo ómannlegur leikur að vera að flakka ennþá meira með drótninguna. Og svona byrja á E6, löngrókurinn, og hérna hótum við hrókur drepur D7 og ritari E5 skák.
Riddari G6, H5, það er bara hratt yfir þetta, Riddari E6, Riddari D4, hóldum alveg örugglega Riddari drepur E6, biskupinn á 7, Riddari D5, hrókur HE1, þetta er svona, svartur er í dálítið kröppum dansi hérna, sjáum að allir þessi kallar eru í svolítið vandræðum og ef að hrókir þá er drottningin hérna á H7 er alltaf úr leik og hótum við að drepa hérna með hrókudrepi D7 núna og þetta er bara vandræðaleg staða á svartan. Þetta er D7, biskup F4, þannig að dróning G4 er besti leikurinn en það er mjög erfitt að vita það. Ég held að teflið þetta þá mun andstæðingurinn ekki vita það sko. Biskup G7 er upprópunarmerki og einhvers staðar verður biskupinn að vera þetta en hann er nokkuð góður hérna. Hrókur C8, Riddari E4. Já, við eigum sérst alltaf þetta plan hérna með Riddari E4 og hótum þá Riddari D6 skák. Bara komið línudæmi. E6, Riddari D6 skák og lengrókur. Og hvítur með bætur fyrir peðið. Það er náttúrulega þessi biskup hérna er algjört stórveldi. Getur ekki hrókira. Og síðan gæti hvítur farið að leika hrókur H1, kongur B1, C4, bara telt stöðuna í rauninni. Meðan svarti getur ekki hrókira, þá er hann í vandræðum. Svo líka hrókur D4 væntanlega ágætis tilfæring og hrókur D1 eða E1. Ég myndi alltaf að taka frekar hvít hérna sko. Riddari G6 er annar leikur. Löngrókun, Riddari D5, hrókur D4, dróning E6. Þá held ég að þetta sé alveg ágætis framhald, hrókur D1. Og svartur er bara í köðlunum hérna. Ef hann drepur á C7 þá minnir mig að það Riddari H5 sé leikurinn eða hvað. Sest með hugmyndinni hrókudrep D7 og hann drepur Riddari E5 skák. Þetta lítur allavega frekar skeri út verð ég að segja. Já, og ef hann leikur dróning F5 þá hefur hann sér skemmtilega að leika þetta með hrókudrepur E7 og Riddari drepur G7 skák og vinnum dróninguna. Þetta er svona sýnir hvernig þetta getur verið hættuleg staða fyrir svartan. Þannig að þetta er dróning drepur D4 en næst tökum við fyrir biskup drepur D3 sem er svona kann-leikurinn. Já, og ef hann leikur dróning F5 þá hefur hann sér skemmtilega að leika þetta með hrókudrepur E7 og Riddari drepur G7 skák og vinnum dróninguna. Þetta er svona sýnir hvernig þetta getur verið hættuleg staða fyrir svartan. Þannig að þetta er dróning drepur D4 en næst tökum við fyrir biskup drepur D3
sem svona karokanleikurinn. Biskup drepur D3, drottning drepur D3 og það til ýmsar leikjaraðir eins og E6 og biskup D2 eða rittar F6, byrjum á því bara. Þá kemur leikurinn sem ég tala um áðan, rittari GE2, venjulegi karokan er rittarinn á F3, en núna höfum við auka valkost að fara með hann á E2 og oft í framhaldinu þá viljum við leika rittari E4 og fara svo að leika G4, G5, það fer svona eftir hvernig svartu teflir það. Svo höfum við valkost að fara með rittarinn á F4 líka. Og E6, biskup D2, ætlum að langkrókina og hér á svartur 3 leiki, hann á G5, rittari D7 og biskup E7. Já, við byrjum á C5. Það er rittari 1-4, rittari C6 og hérna er bara best að hirða peðið og hrókur H3 sterkuleikur. Völdum hérna D3 peði, hrókur D5, B4 og þetta virðist vera aðeins betra á hvítan hérna eftir kongur E2. Hvítur hékk á peðinu og já, er bara peðin yfir og það eru bara 2 úrslit hér, það er 1x eins og maður segir og hvítur getur pressað áhættulaust. Þannig að rittari D7, röngrókun. Nú ef hann leikur drótning B7 þá er rittari E4. Röngrókun, hann getur drepið á F6 eða E4. Þetta teflast einhvern veginn svona. Svo komur fíni framhald, rittari C1 góður leikur, eða svona allavega skemmtilegur. Rittarinn er mjög sveigjanlegur, getur farið á B3 og jafnvel D3. Hótam á E6, hrókur E4 og meðan kóngurinn er á C8 þá eigum við hérna þetta hrókur C4 manúveringu. Rittari B6 valdar C4 ritinn, drótning E2 hótar á E6 og svo pressum við með F4 og A4 sterkuleikur. Og já, svartur bara undir tölvöru pressu hérna og hvítur bara með mjög vænlega stöðu að mínum mati. Þannig að H5 er annar leikur. Hugmyndir með H5 er að stöða allar svona G4 hugmyndir. Gæti telt svona svipað, rittari C1. Biskup 1-7. Já, sækir, líklega er rittari C1 var áðan en líklega bara best að leika hrókur H1 og síðan eigum við einhverjum svona biskup F4 leiki eða biskup G5 jáfnvel, G5 ritturinn aðeins veikur, það er svona pressa. Við skulum bakka aðeins. Laungrókun í stað að drepa E4. Nei, við erum aðeins að rugglast, alls ekki. Já, drótning C7 þá hefur rittari E4. Hann getur drepið
og þá er þetta framhaldið sem við talum áðan. Svartur á líka dróning B6 sem er svona hugsanlega svona aðeins hvassari leikur, dróningin er svona virkari og svartur er eflaust með huga með eitthvað svona dróning B5 er henni skipt upp á drottningum. Til dæmis þar hvítur að passa sig á að leika til dæmis ekki sérstuðu, ekki leika riddari E4, þá held ég að svartur eigi hugsanlega dróning B5. Það er allavega ekki útilokað. Já, það er oft svona hugmyndi með dróning F5, ef ég man rétt. Ok, kongur B1, svolít leikur, löngrókun. Þá líst mér eiginlega bara best á að leika biskup F4. Biskupinn er sterkur hérna. Biskup 1-7, C4 og dróning C2. Ég held að það sé svona þægilegur edge á hvítan maður slepptir aðeins. Hvítur er vantarlega að fara að leika rókur E1 og riddari C3. Það er svona þægilega betra. Riddari C3 hefur telst líka. Það var einhver skák hjá Van Forrest, ég held örugglega. Og biskup C1 en þetta er líka aðeins betra á hvítan. Hvítur er að fara að stefna á að fara með riddara á E4 en mér finnst svona biskup F4 bara vera einfaldasta lausnin sko, ekki vera að flækja þetta. Það má alltaf svara riddari D5 með biskup C1, svo plunum við C4. Svo baka aðeins. Biskup E7, kongur B1, hrókering, riddari 1-4. Nú erum við komin sæst í stöðuna þegar að svartur stuttrókerar. Og það er alltaf planið í þessum stöðum að fara með riddarann E4 og fara svo með G4, G5 og sækja á svartan. Nú hérna eru margir leikir. C5, drepi á F6. Nú endur við með biskup, þá kemur G4. Við erum bara að fara í skák og mátrú með G5. Og G5 virðist vera ansi sterkt. Ég er búinn að skoða þetta meðal annars með ofur skáktölvu, þannig að þetta er bara tjaldið, hóttum að drepa G5, eftir setur veikur. Riddari drepa F6, G4, góðleikur. Það er alltaf shaky fyrir svartan að drepa á G4. Þá held ég að rókur G1 komi bara og það er alltaf að koma í andlitið á svartum á G-línunni. Riddari D5, G5, svona thematíst, rókur 1-1 og riddari G3, það er bara vinningsstöð á hvítanskrifa hérna. Þetta er ansi mikið pressa á svartum. Mér minnir að hann geti aldrei leikið G6 út af hrókudreipur E6. Það er eitthvað svona skák og mátrú, sýnist mér. Hrókur G8 bjargar ringu að máta H6. Þannig að þá geta hafa svona taktíska augað opið. Þannig að það er alltaf riddari E4, G4, G5. Ef svartur er að hrókera stutt og þá sjáum við hvað er búin að græða ávinningurinn á því að hafa ekki leikið H5 eins og venjulega í Caro-Kann er að nú eigum við G4, G5. Við svona mikla hagstæðir útgáfur sko. Og riddarinn er betri á E2.
af því hann gerst á F4 þetta, en já, svartur getur leik dróning B6, það bara svona svipað, G4, þetta verðist vera aðeins hættulegt fyrir svarta. Og dróning D5 svona hefðbundið Garo Kamplan, þá svartur að stefna á dróning E4 og skipta upp á drottningu. Það oft, þegar rittar hann F3 þá svartur oft með eitthvað svona plan, en nú leikum við F3, stöðum það og undirbúum jafnframt G4. Dróning F5 kemur til greina, þá bara líklega best að fara í þetta endatöfl. Við hótum á F5, þannig að við vinnum P1, sem sagt. En svartur alveg með smá counter, ég skoða þetta aðeins. Þetta virðist nú vera aðeins betra á hvítan, sko. Þetta DP verður hættulegt, biskup hugsanlega frá G5 í ykkur stöðum og valdar uppkomur eitthvað á D8. Og það ekki svo auðvelt fyrir svartan að díla við það, en svartur ekki dauður öllum æðum, ég ekki að segja það, sko. Það náttúrulega erfitt að kunna þetta allt á svart. H5 annar leikur, en stöðu G4. G5 athyglisverður leikur, en það verður F4 líka. Ég með eitthvað framhald. Við erum náttúrulega með þessa peðastöðu sem alltaf betri, sko. Með alltaf þetta umfram peð þarna á drottningvæng og svo getur biskupinn farið hérna á F2 og svo reynum við að koma þessum peðum með öllum áfram í róleitum og kreista endatöflið. Þannig að þetta athyglisvert. Já, byrju nú ég held að já, hérna leikur svartur biskop E7 í stað ritari D7. Lönggrúkun. Og ef hann leikur C5 þá ritari E4 bara nokkuð athyglisvert, sko. Tefla bara svona, G4. Eins biskop G3 ágætt, held ég. Þetta endatafli alltaf aðeins þægilega. Eitthvað svona, já. Biskop E7. Fara tilbaka. Já, mér langar þess að sína hérna lærdómsbrellu, kongur B1. Segjum að svartur vil leika C5 og heldur að sé ágætismálum, þá við lærdómsveit stef hérna með D5 sem upprópunarmerki. Og þetta bara nánast tapað á svartan, sko. Fótaldið satt. Hann drepur, kemur yfir F5. Drottningin mjög sveigjanleg, getur farið á G3. Og stuttrókir og drepur bara H6. Bara mát. Þannig að G6. Drepur E7. Þetta G3. Og það eitthvað dróning D6 og valdar. Þá skemmtilegur leikur hérna, byrst upp á H6. Má ekki drepa út á dróning G3 skák og ennur skiptamenn. Lönggrúkun og biskop G5 og þetta bara að vinnast á hvítan, held ég. Það vinnur D5 piði og hvítur piði yfir. Þannig að D5, það thematískt. Og ritari drepur D5, ritari H5. Hótum á G7. Bara sýna hvað gerist hérna. C4. Þetta við þetta.
Þetta er E5, drang G2. Já, við erum bara að enda eitthvað yfir hérna, en svartur hefur bara ekki tíma í neitt, sko. Það er bara einfaldast leika biskup F. Það er svo margir leikir, ég er ekki alveg viss hvað er besti leikurinn. Kannski bara biskup C3. Hótum drottningun og D8 og já, F4 eða eitthvað svoleiðis. Já, þetta er ljótið að vera að tapa. Já, biskup F6, þá er biskup C3 ágætur leikur, líka drang G3, sko skoða biskup G3 og biskup E5 og við erum vissulega peðin undir en planið hjá okkur hér er semst að skipta upp á einu riddara og þá er sóknin okkar hættulegri. Ég ætla að koma með dæmi bara, B5, til að koma yfir fyrir G4, riddara F4, H5, hérna vinnur skiptamun. Þetta er ekki svo fljótt að koma á kongsvæng, sko. Peð skiptir ekki máli ef maður er mát, það er ekki gott að vera peð yfir ef maður er mát. Þannig að hrókur G8 er líklega hugsanlega skásta vörnin, en þetta er ekki svona, ég kannski segja ekki fallegt, sko. Drang G3, drang B6, G1. Og svona í grunninn þá ætlum við okkur bara að leika drang F3 og G4 og H5 og ná semst þessu frípeði á kongsvæng og svo verður peðin á F7 og D5 dálítið veik. Já, þetta er svona easy game á hvítan, myndi ég halda. G4, H5 und svo weiter. Þannig að hrókering, þá er riddari E4, já, með þessu G4 plani. Þannig ég vildi bara sýna þetta sem ég myndi ekki gleyma þessu. Já, hrókering, kongur B1. Það er alltaf traustur leikur áður en maður byrjar að gera eitthvað á kongsvæng. Það er til dæmis ekki gott að leika riddari E4 of snemma, þá ætti svartur hérna einföldun, hótar á A2, sko. Þannig að við erum að skipta upp á drottningum sem er ekkert sérstakt. Kongur B1, B5, bara svona síndæmi, riddari E4, dróning 1-3. Núna á við G4 systemi, riddarinn komin á F4 og riddari D3 og hvítur stendur betur, riddarinn getur farið hérna á E5. Þetta er alltaf að koma hérna, biskupinn sterkur, tökum átrú og riddari D7, þá er G4, alltaf þetta sama, það er hlutrókerar, riddari E4 og G4. Svona það held að mynda. Og ef það drepur, drang G3, F5, riddari F4, það er veikt peð hérna á E6, drang B8, F3, hrókur D G1, hótum áti á G7, riddari 1-8 og þá er riddari G5 sterkur leikur sem vinnur skákina. Hótum á E6 og þetta er náttúrulega algjör katastrófa ef við getum farið að fá frýtt spil hérna á hálínunni.
Drepi á E4. Nei, afsakið. Já. Þetta D7, G4, þetta drepi E4. Það var bara með drottningu og mótum að hesa þessu þetta á G5 að koma. Það er nokkuð gott. Já, ég held ég láti þetta bara gott heita. Þetta er bara svona hugmyndabampnum eins og maður segir. Biskup D3 er sjálfgefur leikur og ég er nokkuð viss að það geti komið andstæðingum eitthvað óvart. Takk fyrir.